Hér ætlum við að taka dæmi 19. Þar höfum við 3 rafeindir viðnám. Við teiknum upp spennugjafann hjá okkur aftur. Skulum hafa þetta bara hér. Og við skulum bara gefa okkur þetta sé DC spennugjafi. Það eru 3 rafeindir. Rafeind viðnám, er 1, er 2, er 3. Heildarviðnámi hér, þegar við erum með 3 rafeind, er að við leggjum þau öll saman. R2 plus R3. Þannig að við erum með 50 plus 150 plus 150. Þannig að þetta hérna verða 200 ohm. Plus 150, þannig að þetta verður þá samtals 350 ohm að viðnám. Því hérna getum við bara lagt allt saman og verður ekkert vandamál. Straumurinn í rásinni er þá straumurinn deilt með viðnáminu. Eða spenna deilt með viðnáminu. Ég á að tilsluta rugglast. Þannig að þetta er þá heildarspennan og þetta er þá heildarviðnámið. Þá erum við með 80 volt deilt með 350 og reiknivélin hún segir okkur þá að við séum með 80 volt deilt með 350 já. Og ef við fáum þetta þá skulum við íta á ST-takkan þá fáum við rétt svar út. Hérna fáum við 0,2 ohm. Svo eins og reiknivélin sé nú eitthvað að plata mig. Ég ætla nú aðeins að sjá. Ef ég geri hérna, ef ég geri 80 deilt með 350 þá fæ ég 220, 228. Jú, þetta er alltaf lagi. Ég ætla aðeins að endurstilla reiknivélina. En jú, þá segir við sem sagt að svarið er 0,22 ampere eða sem er ennþá flottara 220 milliampere. Þá erum við að finna það út. En ef við ætlum að finna, ég seti vitlaust aftur hérna. Í C-liðnum ætlum við að finna spennuna yfir hvert eitt og einasta viðnám. Þannig að hver er spennan hér? Ef ég set voltmælir hérna yfir þetta hérna viðnám. Þá notum við, maður sjá allir getur ekki bara hér, til að finna hvað voltmælinn sýnir, þá segi ég straumurinn, sem er alltaf svo sami, hann er alltaf 0,22, sinnum hvert og eitt einasta viðnám. Hérna er ég með 0,22 sinnum 50, fáum við ykkur að spenna þar út, sama strauminn sinnum 150, þá veit ég sem sagt hvað spennan er hér og samanlög spennan hér á að vera jafn stórt og spennugjafinn. Gangi vel.